Let's go. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Það er kominn desember og hvort sem okkur líkar betur eða verð, þá þurfum við að fara að huga að jólunum. Ég er komin í jóladressið og hingað til mín í setti er ég komið með hann Jóhann Már og þú ert með jóladagatal með hreyfingu. Já, mikið rétt. Út á hvað gengur það? Þetta gengur eiginlega bara út af það að einhverjum degi í desembermánuði fram á jólum að þá fær fólk sem að skráa sig einhvers konar hreyfingu sem að þá stunda við daginn, einhverja létta og svona stutta tímina hreyfingu og tvenns konar möguleikar í boði, annars vegar fyrir þá sem eru svona stunda ræktina af krafti og vilja fá svona eitthvað auka á æfinguna, eitthvað svona til að kannski auka skemmtanagildið eða eitthvað og svo hins vegar fyrir þá sem eru kannski minna í ræktinni og annað, vilja bara flóta í göngutúr og bara fá eitthvað auka um jólin, annað en súkkulaðidagatal. Akkúrat. Það eru mörg dagatöl í gangi en þau snúast yfirleitt alltaf eitthvað svona bjór eða súkkulaði eða eitthvað gott. Já, við gefum okkur alveg tíma í desember fyrir þetta góða, sko. Þannig að við ættum alveg að nota tíman líka fram að jólum til að undirbúa okkur fyrir það og við höfum að hreyfa okkur alla daga á árinu og stunda hreyfingu sem við getum. Þannig að þetta er bara til að hvetja fólki að gera það á þessum tíma það sem er kannski erfiðast að stunda það. Akkúrat, desember reynist mjög mörgum erfiður. Þarna er tíminn þar sem þú þarft að gera ýmislegt annað yfir daginn, það sem tekur tíman af því sem þú ert vanlega kannski að eyða í hreyfinguna og maturinn, að nóg af mat. Og íþróttafólk hefur oft lent svolítið á vegg þarna í desember að reyna að halda sig góðu yfir þennan mánuð, sérstaklega. Já, mjög algengt og við þekkjum þetta bara, það þekkir allir, ég þekki þetta og þú þekkir þetta og allt svoleiðis. Þannig að það er bara mikilvægast að gleyma því ekki að hreyfa sig, hvort sem það er í desember eða eitthvað, en það er erfiðast á þessum tíma. Þannig að þá kannski þarf maður oft aðeins meira spark í rassinn til að gera það og maður þykist aldrei hafa tíma. Þannig að maður hefur alltaf 10 mínútur á hverjum degi til að gera það. Og maður getur gert það heima, maður getur gert það í ræktinni, farið út. Þannig að bara smá kikk í rassinn, sko. Akkúrat. Þá kannski líður manni betur með þennan mat sem maður er þó að leyfa sér í desember. Já. Og þá kannski fer maður líka með betra samviskubit inn í janúar, kannski búin að mér leið vel að gera þetta 24 daga sem ég fekk smá hreyfingu, ég mun kannski að gera eitthvað aðeins meira og komin á stað og þú ert ekki að byrja alveg á núllpunkti 1. janúar búin að éta yfir þig og eitthvað svona eins og er klassískt og allir fær ræktina og eitthvað svona og byrja upp á nýtt. Þannig að kannski vonandi hjálpar þetta einhverjum bara að koma sér á stað. Það er svona líka punkturinn með þessu að fá aðeins svona byrjunina áður en að þú ferð í jólamatinn, sko. Já, góða punktur. Þetta er oft svona áramótaheitið eða ekki. Eftir jólin þá ætla ég að taka mig á. Já, þegar þú ert búinn að koma þér og henda þér ofan í dalina þá ætla að reyna að fara að moka upp úr honum í staðinn fyrir að bara sökkva ekki alveg djúpt ofan í hann og halda bara nokkuð beint áfram. Nú ert þú einkaþjálfari á Dalvík. Er núna hrúgast inn beiðnirnar, ég ætla að komast í kjólinn fyrir jólin? Það er ekkert rosalega mikið það. Eiginlega mestmagnis að ég leyfi fólki að komast í það. Því að ef þú ætlar að fara að byrja að taka það núna þá getur þú hort á kjólinn fyrir næstu jól. Ef þú ert að horfa á einhvern sérstakann kjól sem þig langar að fara í, Þannig að þetta er langtímaverkefni það sem þig langar að gera og það þýðir ekki að taka bara 1 mánuð á ári þar sem þú ætlar að taka og keyra það af stað heldur, taktu 12 mánuði og alveg frekar 3 í viku í 12 mánuði heldur en 5 sinnum í viku í 1 mánuð í janúar, skilurðu. Gerðu þetta bara jafnt og þétt og hafa gaman að því. Og þá verður þú ánægður með kjólinn sem þú ert í, hvort sem þetta er einhver draumastærð eða ekki, skilurðu. Maður er ofta að leita eftir svona skammtíma lausnum frekar en þessum lengri lausnum sem endast en svona þegar upp er staðið þá er það þessi langtíma markmið sem skila manni þeim árangri sem maður vill raunverulega. Já, þessar skammtíma lausnir eru út allt. Þú sér það alls staðar og samfélagsmiðla og allt svona, hvað er í form á 10 dögum og eitthvað svona. En þetta er svipað eins og að vera bara í skóla og þú værir alltaf á mánaðarfresti að skipta um braut. Þú myndir aldrei útskrifast að neinu, skilurðu. Þú værir alltaf að skipta og prófa eitthvað annað og prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað annað. En ef þú bara haldið við sömu brautina í 4 ára þá værir komin á góðan stað og búin að útskrifast. Þú er ekki alltaf að breyta og prófa eitthvað nýtt, heldur að hafa bara smá þolinmæði. Það gerist ekkert bara á einum degi. Það gerist ekki, þú getur alveg mist eitthvað og svo kannski stendur í stað og svo kemur það aftur og þetta er bara svona hjól og snjóbolti og þú verður bara að halda áfram. Það tekur tíma, það sem ég horfi alltaf mest í er að fólk geti gert það sem því langar að gera dagsdaglega, hvort það eru gönguferðir að fara upp á fjöll eitthvað. Það sé svona markmið með þessu, kílóin, vera í einhverju svaka formi, það er svona það sem kemur með hinu,
Aðalatriðið bara að koma sér á stað, byrja að hreyfa sig, hafa gaman að því, þá kemur hitt allt ef maður hefur þolinmæðina og agan. Þetta er svolítið, held ég, það skemmtilega í þessu er að þetta er ekki bara það að mæta í líkamsræktarstalinn og rífa í lóðin, svona sem að hendar náttúrulega alls ekkert öllum. Gönguferðir, fjallgöngur, þetta er allt saman hreyfing og bara hörkuhreyfing. Hreyfing, við erum klárlega gerð til að hreyfa okkur, við erum ekki sófadýr. Við bara hausinn á okkur einhvern veginn hendur okkur í sófan frekar en hitt. Og það er ekkert, hreyfing er fyrir alla. Það er bara spurningin að finna hvað hentar þér. Einhverjum finnst gaman að fara í skvass, tennis, badminton, blag, fótbolta, handbolta, lifta, crossfit, spinning. Það bara snýst það að finna það sem hentar þér. Sumir vilja bara, fara í gönguferðir eitthvað, bara finna það sem hentar þér og haltu því áfram, ekki hætta því. Finnst konunum ekkert erfitt að heyra þetta þegar þið komið það markmið að komast í kjólinn fyrir jólin en heyra það að það sé kannski raunhæft fyrir næstu jól? Og það er alveg stærsta missjónið alltaf hjá mér, það er að samfæra fólk að þetta sé rétta leiðin. Sko. Það er alveg hægt að hjóla í einhvern og ná hann 5-10 kílóum á mánuði og eitthvað svona. En svo er spurningin hvað gerist eftir það. Heldur hann því áfram eða fann ekki bara ógið af því sem hann var að gera. Hann gerði svo mikið af því á þessum stuttatíma fyrir að fara bara jafnt og þétt missa, ef þú missir 1 kíló á mánuði og ég heilt ára missir 12 kíló. Akkurat. Og þá ertu mun ólíklegri til að fá þig aftur í bakið á þér. Ef þú stoppar í smá stund eitthvað svona, getur þú tekið pásu 2-3 vikur, mánuð, svo haldið áfram. Þannig að eftir 10 ár þá séu ekki að byrja í átaki í 40. skipti, skilurðu, það 20. skipti. Heldur áttu búin að vera að hnoða sama boltan í þennan tíma og sér bara komin í eitthvað stand sem þið líkar vel við. Og svo kannski breytast áherslunar og áskorun sem þú langar að taka. Ef þú ert búin að ná ákveðnum árangri, þá náttúrulega verður að setja ný markmið til að eitthvað annað sem að kannski drífur áfram, eitthvað annað sem að rífur þig. Þá verður náttúrulega bara að stökkva á það í staðinn fyrir að stoppa. Hvernig er þetta á Dalvík? Nú skiptir kannski líklega engu máli hvar lóðin er á landinu. Nú getur alls staðar rifið í lóð og tekið á í hreyfingu. En hvernig er að vera einkaþjálfari á Dalvík? Það er bara alveg geggjað. Það er náttúrulega svona kannski öðruvísi að því leytinu til að það er mjög erfitt að sérhæfa sig í ákveðnum hóp. Af því að markhópurinn er lítill. Þannig að maður verður svona nokkuð veginn að bara reyna að taka það sem kemur og aðstoða það fólk sem kemur og það fólk kúnnarnir á mér eru frá 14 upp í 70 ára og það er fólk sem er að byrja í ræktinni, það eru afreksmenn. Þannig að ég er með alla flóruna sem á saman tíma og það var svona ekki æskilegt til að byrja með. Þá er eitthvað sem hefur hjálpað mér rosalega mikið bara að þróa mig bæði sem þjálfara og svona hvernig ég horfi og virði hugsanir og skoðanir annarra sem eru ekki á sama stað og ég í hreyfingu eða eitthvað svoleiðis. Þá sem eru byrjendur og hafa verið að díla við eitthvað erfiðleika og eitthvað svona. Þannig að það er svona það sem er kannski klárlega að hjálpa manni að díla við alls konar svona mismunandi einstaklinga sem eru á allt öðrum bakgrunni en maður sjálfur. Og þá þarf maður líka að læra það að fagna eða ekki litlu sigurunum á leiðinni. Það er ekkert bara markmið í höllum að komast ná í sixpack og lyfta 100 í bekk. Nei, og það er einmitt það. Ég þarf að það skiptir engu máli fyrir fólki hvað ég gerir í ræktinni og hvað ég get hreyft mig mikið og annað. Það hjálpar því ekki neitt. Það skiptir máli að ég geti hjálpað því að ná því sem þig langar að ná. Að ég geti reynt að ýta á þig eða eitthvað til að þú náir því sem þig langar. Því að í rauninni er þér alveg sama hvað ég get gert. Þú ert ekki að borga fyrir að vita hvað ég get gert. Þú ert að taka á til að þú geti náð einhverjum árangri og ég er til að hjálpa þér við það. Það hjálpar þér ekkert og ef ég er með sixpack eða eitthvað sem ég er ekki. Það myndi ekkert hjálpa þér. Akkurat. En þetta jóladagatal, það er núna í desember. Það er þetta heyri þér og fá prógrammið. Þetta er ekkert bundið við neina ákveðna líkamsræktarstöðu eða einhvern ákveðin stað? Það er bara hægt að fara á Facebook-síðuna mína, JK Engaþjálfun. Og það er skráningarsíða og við erum náttúrulega núna á 3. desember og þannig að við erum farin af stað. En það er ekkert of seint að taka þátt og byrja, það er ekkert lokað á það. Þannig að ef fólk hefur áhuga að koma og taka smá challenge í desember, þá bara endilega að kíkja á síðuna og skrá sig. En mögum glemma því, það er allt í lagi líka að njóta lífsins og það er kannski að gera að kaupa súkkulaðidagatalið líka, en líka mælum með að taka hreyfingadagatalið með því. Ja, klárlega. Og við verðum líka að njóta þess að vera til, sko. Það er ekkert bara, og eins og ég segi í dagatalina, þetta er ekki loforð um það að léttast eða missa kíló eða eitthvað, þetta er bara snýst um að hafa gaman. Njóta þess að það er að koma jól og við erum að telja niður fram að jólum og
Við verðum á sama tíma að njóta þess að borða þennan góða mat sem í boði á jólunum, en við kannski verðum aðeins að halda í okkur. Við erum ekki að fáum okkur einu sinni frekar en tvisvar eða, en njótum þess að séu jól og njótum þess að það góður matur og með góðu fólki og annað. En það alltaf hægt að halda aðeins aftur að sér. Það kannski það sem fólk á að reyna helst, að borða það sem í boði en kannski borða bara aðeins minna því. Það er svona lykillinn að því. Líða betur með það og fara þá betur í næsta ár. Já, alveg klárlega. Akkúrat, frábær lokaorð, Jóhann. Takk fyrir að koma til mín í spjallið. Við kíkjum yfir í auglýsingar.